ég þarf að hafa með hennar biblíu af því að ef við skoðum ættartöluna, þú veist, núna... Ég kann hún utan að. Já, ég trúi þér. En sko, ættartala oftast svona... Ísakat, Jakob, Jakobat, Júda, bræður hans, Júdakat, Sefirus, Tamar, Peres. Ok, sko, gyðingar alveg að leggja upp úr því að þeir séu af ætt, þú veist, þannig minnst eitthvað, ætt þessara og það skiptir að máli að vera góðum ættum og Páll talaði það, þú veist, hann var á hvað ættum hann var og hjá hvaða lærameistara hann lærði og allt það og ef við til dæmis, nú erum við hund sem hreinræktaður og hann með ættartölu og hann með ættarbók sem sagt og við veitum hvað hann kemur og það svona gæðastindill og þú veist, og hérna gæti maður haldið að þú veist, Mattheus sé að skrifa ættartölu Jesú til að sýna að ætt hann sé hrein, skilur þú, þetta vekja hann alveg frá, þú veist, bara frá Abraham, sko. Og það líka mikilvægt í þessu að hann sé sonur Davíðs, af því að gyðingarnir biðu eftir ákveðnum spádómum sem myndi uppfyllast að sonur Davíðs myndi, þú veist, stíga upp í hásætið og svo framvegis.